Góðan daginn, þá ætlum við að taka æfingu saman. Ég heiti Björk frá Norður. Við ætlum að byrja aðeins á að liðka okkur til, koma okkur í gang. Við ætlum að byrja hérna að fetta okkur og svo kreppa bakið eins mikið og þið getum munið eftir höfðinu. Við erum rauninni eins og sveigja hryggjarsúluna eins mikið og þið getum í báðar áttir. Við ætlum að gera 5 sinnum. Glæsilegt, svo stígum við aðeins fram hérna og ætlum að taka olnbogann sem nær fætinum, fremri fætinum. Setja olnbogann í gólf og rúta 5 sinnum. Það ekkert allir sem nánir í gólf, sko. Það tekur alveg smá æfingu. Þannig að ekkert vera pirruðið komist ekki alla leið, sko. Það kemur bara allt með. Við förum bara þá að teima okkur bara aðeins langt og við komumst. Ég ætla þess aðeins til þar hérna megin. Glæsilegt. Svo ætlum við að standa upp og taka hnéliftur. Þannig ætlum við bara að standa bein og svo lyfta hnjánum hérna upp. Ekki of hratt, heldur svona að finna svolítið mjöðmina og kviðin vinna. 5 og 5. Og glæsilegt. Svo ætlum við að taka stóra hringi með höndunum. 8 fram og 8 aftur. Gert. Og ætlum svo að taka eina umferð viðbót á þessum æfingum. Byrjum hérna niðri. Fetta og kreppa. Glæsilegt. Og stiga fram, með olnbogann niður í gólf og upp. Og hinum megin. Horfum alltaf eftir hendinni, svona til að opna brjóstbakið betur. Gert. Og svo ætlum við að lyfta hnjánum aftur, fyrir hér og lyftum hérna einn. Glæsilegt. Og við tökum hringina. Og aftur. Glæsilegt. Vel gert. Nú ætlum við að taka 3 umferðir, smá styrkur. Við að byrja hérna standandi og snerta hælinn hérna ef við getið. Þeir sem að geta mig enda að reyna að fara með olnbogann í ef við geta. Það er svona aðeins erfiðara. Við að taka svoleiðis 20 sinnum. Svo ætlum við að fara í hliðarplanka og lyfta mjöðminni upp. Þið getið verið á hnjánum eða upp á tá og lyft mjöðminni upp og niður. 10 og 10. Við ætlum að taka 3 sett af þessu. Þannig við skulum bara byrja. Tuttugu sinnum. Það þarf að einbeita sér svo mikið að telja. Næja, og svo fyrir við niður í hliðarplankan og ætlum að lyfta nefninni. Ég nota þessa hendi vel til að styðja mig við. Og fór í lið. Núna við.
Glæslegt, vel gert. Eitt sett klárt. Viðbót. Að reyna með olnbogann hérna. Það ekki alla leið, maður er svona að fara svona tíja sig eftir fætinum. Gert, þetta aðeins erfiðara svona. Smá munn hérna og svo lyftum við mjög minni 10 sinnum hvort hlið. Og þetta með hinum megin. Glæslegt. Þá ætlum við að taka 1 í viðbót. Þá erum við klár. Aðeins að ná andanum. Og við förum aftur hérna. Glæslegt og svo endum við á hliðarplankanum hérna og vel gert og hinum megin síðasta. Vel gert, þá erum við búin að styrkja kviðinn ágætlega. Þá ætlum við að taka smá æfingu í viðbót, smá meiri styrk og við ætlum að nota axlirnar svolítið mikið núna. Án þess að nota þyngdir, þetta er mjög skemmtileg æfing. Þið ætlum að vinna í 15 sekúndur og halda í 15. Svo bara fylgið mér, þurfum ekki að hugsa of mikið út í þetta. Þannig að við ætlum bara að byrja því að standa bein í baki, þungdapunktin í hælana, rétta vel úr okkur. Passið ykkur að spenna ekki hálsinn, einum að slaka svolítið á hálsinum. Og ætlum að standa þar bein og fín. Við ætlum að byrja að snúa lófanum svona að nærunum og við ætlum bara að lyfta þeim upp í 90 gráður. Byrjum eftir 5 sekúndur. Svo bara fylgja mér. Og við byrjum að lyfta. Glæslegt. Bara svona passlegum hraða, ekkert of hratt. Svo bara reynum við að hugsa eitthvað skemmtilegt. Mjög mikilvægt. Dreifa huganum hér og nú erum við 15 sekúndur og þá ætlum við að snúa þumlinum upp og halda. Og þetta byrja mjög þægilega sko, ekki droslega erfitt. Svo allt í henni fer þetta að taka í. Þetta er svona oft svona æfing sem margir ofmetna svolítið og taka einhver lóð með og alltaf halda það verði ekkert mál. Sem við hafa tekið heima svona kannski einhverja vatnsflöskur, mjög sniðugt. Og svo höldum við. Við ætlum að gera sett nummer 2. Við ætlum að taka 4 sett. Glæslegt. Reyna minni að slaka á hálsinum. Þungan í hælana. Og við byrjum aftur að hreyfa. Halda góðri spennu. Þetta aðeins var að svíða. Vel gert, koma og við höldum. Þetta er næst síðasta settið. Fáum við smá pásu. Svo breytist þetta aðeins. Koma, halda. 3, 2, 1 og við tökum síðasta settið. Þetta er svona erfiðasta. Núna byrjar að svíða aðeins. En 15 sekúndur er ekki neitt. Ekkert mál. Koma og við höldum síðustu 15 sekúndur að halda. Svo ætla ég að gefa ykkur 30 sekúndur í pásu. Mjög heppin. Koma. Höldum alla leið. Bannað að svindla. 3, 2, 1 og
Tökum 30 sekúndur í smá pásu. Veit þetta, maður finnur þetta svona straumar hérna með öxlunum. Mjög gott. En það sem við ætlum að gera næst í rauninni að halda höndunum hér og lyfta þeim fyrir ofan höfuð. Það hægt að gera þessa æfingu líka bara sitjandi, ef maður vill, aðeins auðveldara fyrir kviðinn og bakið. Það voru 10 sekúndur eftir þessari góðu pásu sem við fáum. Og það eins það, við ætlum að lyfta, nú ætlum við að vinna í 30 og halda í 30. En við gerum bara 2 sett af þessu, ekki 4. Og við byrjum hér og réttum úr. Við reynum bara einbytta okkur að ná að rétta úr olnboganu. Allt í lagi ekki nógu liðug, þá bara allt í lagi að fara hérna fyrir framan. Passa sig að fara ekki að fetta sig. Nú alveg bein, spennum rassinn. Einbyttum okkur bara að rétt úr olnboganum. Þetta skotgengur 10 sekúndur eftir. Allir snertir axlina og réttu úr. 3, 2, 1 og halda, þá höldum við hér í 30. Og munum að spenna kviðinn. Alveg bannað að svindla heima sko, maður er bara halda. 20 sekúndur eftir. Hérna hugsa ég oft eitthvað bara það sem ég ætla að fá mér að borða eftir eða eitthvað. Það er svona gott. Það er skemmtilegt. Ég oftast hugsa ég ís í brauði, mér finnst það voða gott. Ís í brauðformi. 3, 2, 1 og nú tökum við 1 sett viðbót bara. Við höfum hálfnu með þetta strax. Og nú þetta svo mjög erfiðara að ná þann að pressa. Það næstu eins og maður sé komið með hérna mörg kíló í hendurnar. En þetta bara við að lyfta okkar eigin höndum og þær eru bara vega bara sitt. 10 sekúndur eftir. Koma, vel gert. Og það verður búið og 3, 2, 1 og svo 30 sekúndur eftir að þessu. Svo lofa ég ætla ekki að pína ykkur meir, þá ætlum við bara að teygja. Þannig við ætlum að halda þetta út saman. Pössum bakið munið, það er mjög algengt að fólk sé komið í einhverju slæma stöðu hér. Bein, þó við séum aðeins fyrir framan, það er allt í lagi. Spennum kviðinn. 10 sekúndur. Standa djúpt. Og 3, 2, 1. Glæsilegt. Og finnið að axlirnar hafa verið búin að taka aðeins á því í dag. Við ætlum að teygja litið á öxlunum. Það sem ég ætla að gera bara að sitja hér, slaka, fyrst andlitið djúpt. Svo tek ég aðra hendina og rauninni teygja hana hérna yfir. Toga hana eins og sé að toga hana svolítið svona frá skrokknum. Gríp svo í olnbogann og slaka hérna á. Getið haldið svona cirka 30 sekúndur. Svona hvori hlið, munið bara toga hana vel frá fyrst og leggja hann hérna niður. Það sýnir ykkur eina teygju viðbót svo. Þið bara haldið áfram að teygja. Það er hérna aftur, fingur og leggist hérna fyrir og bara njótið, slakið á. Takk kærlega fyrir tímann og bara stóðu ykkur vel. Takk til að sjá okkur í næsta tíma.